Já, góða kvöldið, kæri hlustundur, velkomin að Rauðaborðinu á 50. í miðri kreppu. Við höldum áfram að ræða kórónufaraldurinn og kreppuna sem að henni fylgir, áhrif þess á ólíka hópa, ólík svæði, líka kannski hvernig við mætum þessu, hvort við finnum einhvern samanburð í fortíðinni við þá tíma sem við erum að gangi í gegnum. Reynum að halda upp í svona samtölum þannig að við getum speglað okkur hvert í öðru hvers svona tíma við erum að lifa, hvort það séu eftirsóknarvert að lifa spennandi tíma, hvort að samfélagi hafi afl í sér til þess að breyta slæmum tíðindum í eitthvað gott eða hvort að við séum það kannski ekki með slíkt í okkur og hættan sé svo að við fáum kannski sambærilegt samfélag áfram og jafnvel enn þá verra. Til að aðstofa mig við að ræða þetta í kvöld eru komin góður hópur. Það er Nanna Hlín Halldórsdóttir sem er nýdoktor í heimspeki, Anna Kristín Blöndal Jóhannsdóttir sem er hjúkrunarfræðingur, Margrét Lilja Arnheiðardóttir sem er háskólanemi, Eyrún Ólöf Sigurðardóttir sem er mannfræðingur og Ásta Jóhannsdóttir sem er félagsfræðingur. Mér langar aðeins að byrja að spyrja því að ég kynnti þarna bæði kórónufaraldurinn og kreppuna sem að fylgir í kjölfarið. Að þegar að kórónufaraldurinn var svona reið húsum á Íslandi, voru margir sem að veiktust á hverjum degi og margir sem að lágu inn á sjúkrahúsi og margir sem voru í öndunarvél og vissi ekki alveg hvert þetta var að þróast, að þá fann maður alveg hjá fólki að það var svona ákveðin uggur frammi fyrir þessari stöðu. En síðan finnst manni að eftir því sem að smitum hefur fækkað að þá hafi þetta eiginlega horfið úr huga fólks og þessi kannski komin uggur gagnvart kreppin í staðinn. Mér langar kannski að ef má byrja á þér, Nanna, fannst þú fyrir ótta gagnvart sjúkdómnum og finnur þú ótta fyrir kreppunni og hægt að bera þetta saman? Já, þetta er góð spurning, sko. Já, ég fann fyrir ótta gagnvart sjúkdómnum. Það tók mér reynda smá tíma. Ég held að ég hafi kannski verið frekar típiskur Íslendingur að því leyti að það voru náttúrulega allir svolítið þarna að þegar þetta var að byrja, það var meira, þetta hljómaði meira einhvern veginn eins og þetta væri bara aðeins meira en influensa. Þannig að það tók mig alveg smá tíma að fatta að það væri, út af því ég sem sagt er langveik kona með sjúkdóm sem að kallast ME eða síþreyta og það tók mig alveg smá tíma að fatta að þetta væri ekkert sérstaklega gott fyrir mig að fá ef ég hefði fengið eða ef ég myndi fá COVID, sko. Og ég man, þú veist, ég er búin að vera veik í alveg 10 ár og þegar ég var yngri þá var ég oft með heilsukvíða því ég var svona minna kannski vön því að fara á spítala og svona og hann hefur alveg horfið vegna þess að ég bara þurfti að fara svo mikið á spítala og svona og ég man að ég fann alveg fyrir því að þetta var alveg fyrsta sinn, sko, einmitt í mörg ár sem ég upplifði heilsukvíða aftur að þessar lýsingar sem maður heyrði af hvernig fólk átti erfitt með að anda og svona, mér finnst þetta alveg mjög ógnvænlegt, sko. Og en ég er alveg aftur búin að gleyma svolítið núna, sko. Og þess að fólk sem er með sjúkdóminn minn, náttúrulega líka fólk sem er kannski eldra, að það er algjörlega búið að halda sér í einangrun bara núna í 2 mánuði. Og ég er líklegast ennþá bara í einangrun. En heilsukvíði, almennur heilsukvíði, heldur að þetta sé sem er kannski ástand sem að þú hefur upplifað áður. En þegar öryrkjar hafa talað þetta, til þess einangrun sem að fylgdi þessu, að allt í einu var allir farnir að lifa þessu öryrkjar og allt í einu er allir konur með heilsukvíðan sem að þú og margir í þinni aðstöðu hafa borið. Heldur þetta sé gott eða slæmt fyrir samfélagi að fá svona svolítið að kíkja inn í líf öryrkjanna? Já, ég held það alveg, sko.
ég held að sé margir sem hafa einhvern veginn náð að sjá þetta frá öðrum sjónarhorni, en ég samt alveg held að það sé ekki samt sambærilegt. Það einhvern veginn allt öðruvísi að þurfa að gera þetta í nokkra vikur og að lifa við þetta. Þannig að þú veist, það alveg mikilvægt en þú veist, það samt ekki sama. Það svo margir sem bara, flestir sem eru veikir öryrkjar, þeir að lifa svona í mörg ár. Það náttúrulega ekki það sama, sko. Nei, það annað að fara til helvítis og sleppa þér út heldur en að fara til helvítis og vera fastur. Já, akkurat. Þannig að það svona, já. Maður náttúrulega bara svolítið hræddur ég finna sjálf, ég strax eiginlega bara síðustu vikuna búin að ég fljót að gleyma, sko. Og einhvern veginn núna þegar maður farin meira út og svona, þú veist, ég man einhvern veginn ekki alveg hvernig ég var að upplifa þetta fyrir mánuði síðan. Og bara, þú veist, allar þessar venjur, allt í einu var maður að þvoa sér hendurnar rosalega mikið og ég finn alveg að núna þarf ég að minna mig meira á að þvoa mér hendurnar. Strax. Þú veist, þannig að þetta einhvern veginn, já, þetta breytist rætt, sko. Og þannig að það þarf einhvern veginn að halda svolítið mikið áfram að minna á þetta. Og það sem að kannski mér finnst líka hafa gleymst svolítið í umræðinni að eins og með bara COVID-vírusinn að þú veist, umræðan og bara þessi svona fjölmiðla umræða, hún búin að vera svo ótrúlega mikið ganga út á hverju fara gjörgæslu og hversu margir deyja og ég alveg að gera það líka, þú veist, að flettis upp á internetinu. En ég einhvern veginn hefði viljað sjá meira og núna akkurat þegar þetta kannski að lægja svolítið, þá væri ég til að sjá meiri umræðu og kannski fréttir af því hvað að fara að gerast fyrir fólk sem fékk COVID. Hvort að það sé að fara, hvernig öndunin þeirra núna eftir COVID og hvort þau séu búin að jafna sig, hversu mikil endurhæfing fólk þarf og síðan þetta að sem að ég kannski farin að benda núna að sjúkdómurinn minn sem sagt postvíral sjúkdómur. Ég fekk hann eftir sem sagt einkynningasótt. Ég var 16 ára og það alveg séns á því að fólk fái ME sem sagt eftir COVID. Sem að hræðilega fréttir. Það bara mjög slæma fréttir því að ég bara með væga gerða sjúkdómum. Það margir sem eru mjög veikir með þennan sjúkdóm og það lítil viðurkenning. Og það bara, þú veist, það bara ein hlið á því sem getur gerst fyrir fólk eftir að fengi vírusingar og ég nú svolítið að spá í þessu, sko. Já, ég ekkert, já, einmitt. Margrét Lilja, þú kannast við margt af þessu sem Anna að segja? Já, mikið rétt og þetta náttúrulega svolítið skrítin staða að vera í, verandi sjálf einmitt langveik ung kona með bandvegssjúkdóm, Ehlers-Danlos syndrom, að þá maður búin að vera náttúrulega í mjög skrítinni stöðu, maður náttúrulega verður bara að reyna að halda sig heima eins mikið svo hægt þar sem það lítið upplýsingar að fá í rauninni hvernig hefur þetta áhrif á akkurat þessa og þessa einstaklinga. Og ég einmitt búin að vera að vinna í Öryrkjabandalaginu í svona tíma og við að sjá einmitt bara að hversu stór hópur hefur verið að einangra sig og mikið af fólki sér fram á að einangra sig fram á áramótum eða jafnvel lengur. Fer allt eftir hvenær við fáum bóluefni og það náttúrulega bara alveg hræðilegt og það má bara alls ekki gleyma þessu fólki. En Anna, þú eiginlega hinum megin, þú hjúkrunarfræðingur og faraldurinn hafði mikil áhrif á heilbrigðisstéttirnar á svona alls konar hátt. Það var náttúrulega mikið álag sem var framundan, óljós hvort að kerfi myndi halda, dró svolítið fram hvað kerfi hafði verið veikt áður og hvað var eiginlega tefst og tæpast það var. Þannig var allavega umræðan til dæmis á Ítalíu og víða að á nýfrjálsujárunum hafi þetta verið skorið niður þannig að heilbrigðiskerfið rétt lafði á allra besta degi og svo kemur eitthvað mikið áfall að þá
leggst á hliðin og það kemur mjög stórt áfall að þá eiginlega rústast það. Þannig að það lítur að verið, þá ég kannski velta fyrir mig hvort það verið svona tíminn þegar báran var að rísa, hvort það hafi verið svona ákveðin kvíði hjá heilbrigðisfólki. Já, sko, þetta skall náttúrulega eiginlega ég vinn á Landspítalanum sem sagt og ég vinn á blóð- og krabbameinslækningadeild og sem sagt sérhæfð í að sjá sjúklinga með bráðahvítblæði. Og þeir sem liggja yfirleitt inni hjá mér eru sem sagt fólk sem ekki með starfandi ónæmiskerfi. Bara eru ekki með, ónæmiskerfið algjörlega óstarfhæft. Þannig að sko, þetta var sérlega ógnvænlegt fyrir okkur og fyrir okkar sjúklingahóp vegna þess að ef einhver einkennalaus hefði komið inn á deildina og smitað þá hefði við hefðum ekki viljað spyrja leikslokum sko þar, það hefði verið algjörlega hræðilegt. Það hefði ekki orðið þú, það hefði ekki komið fram að sko starfsfólki getur drepið sjúklinga. Já, absolutt og ég meina þessna fórum við öll á minni deild og ég held að flestir á spítalanum hafa sér þannig að maður fór í sem sagt bara í valfrjálsa sóttkví heima hjá sér. Maður fór í vinnuna og heim. En sko ég upplifði þetta þannig allavega að þetta var bara skall á, þetta var flóðbylgja sko, bara allt í einu. Ég held að það hefði mátt undirbúa þetta miklu betur á Landspítalanum, þetta fór náttúrulega allt vel og þetta var gríðarlegt. Eins og allir eru ábyggilega held ég sammála eða langflest sammála og það gekk allt ótrúlega vel og allir stóðu sig mjög vel en þetta hefði mátt undirbúa þetta náttúrulega aðeins betur. Við vissum af þessum vírusi í desember. En það sem náttúrulega svo ferlegt með þennan vírus hvað hann óútreiknanlegur og hvað við vitum þannig að ég held að það náttúrulega sko mér líður svona svolítið eins og að því varst að segja með sko heilbrigðisstarfsfólk og þau eru svona varpa ljósi á kannski mikilvægi heilbrigðisstarfsfólks en þetta hefur líka svolítið varpa ljósi á sko hvað heilbrigðisstarfsfólk tekið sem gefnu í samfélaginu okkar og að heilbrigðisstarfsfólk sko erlendis eins og í Bretlandi og í Bandaríkjunum og Ítalíu að drepast að deyja í hrönnum vegna slæms aðbúnaðar og erfiðra veirusýkinga út af COVID og ég meina við erum hermennir sko sem erum að deyja sko líka. Og herinn lagði illa búin í orrustuna. Það það sem í umræðinni í Bretlandi og Ítalíu og víða. Einmitt hvað nýfrjálshyggjan hafði eiginlega laskað mikið heilbrigðiskerfið áður en að þetta kemur. Já. Það algjörlega þannig og það náttúrulega að vissu leyti hér líka. Það náttúrulega búið að vera fjársvelta heilbrigðiskerfið á Íslandi því að ráðamenn vilja náttúrulega einkavæða heilbrigðiskerfið og hafa náttúrulega þeim hefur tekið stað upp á þessu marki. En það sem hefur náttúrulega verið sérlega sárt í þessu öllu saman fyrir okkur hjúkrunarfræðinga en náttúrulega við erum samningslaus og það hefur ekki náð að gera samninga við okkur og að vinna í þessu ástandi ekki með gilda kjarasamninga er náttúrulega algjörlega ömurlegt. Og í fyrsta skipti ég vinni á Landspítalanum í tæp 10 ár og núna í fyrsta skipti ég virkilega að hugsa minn gang og að velta fyrir mig hvort maður ekki bara fara að hætta þessu. Þú vilt ekki að við löpum út á kvöldin og klöppum fyrir þér eins og Bretar hafa gert og Spánverjar og fleiri? Nei, því miður. Þú vilt ekki? Ég skil að þetta kemur alltaf frá góðum stað sko en þetta kemur ekki vel við mig svona einhver svona þakklætis klapp eða bílflaut eða einhver þingmaður ætlaði nú að hvað ætlaði hann að keyra hringinn eða hvað ætlaði hann
Ásmundur Friðriksson, hann gerir það hvað sem sko, annað til dag held ég. Nei, ég skil að þetta að fólk meini vel en ekki, þetta kemur ekki vel við mig. Má ég spyrja þig, Eyrún, svona þessi faraldur sem að við kannski getum gert ráð fyrir að sé svona bylgjan farin, þetta getur komið svona staðbundið smit og það getur komið mikill harmur ef þetta slær inn á öldrunarheimili eða það sem að viðkvæmt fólk þannig að við erum alls ekki sloppin á Íslandi og alls ekki í heiminum þar sem að þetta á eftir að herja á fátækari lönd og valda sko gríðarlegum skaða og sá skaði og örugglega eftir að koma hingað, þannig að það væri frálegt að tala að við værum laus út úr sjúkdómnum. En heldurðu að þessi reynsla hafi eitthvað svona áhrif á samfélagið, svona áminningum að við höfum ekki allt í hendi okkar og við erum háð náttúrunni, að þetta hafi eitthvað góð áhrif á svona þjóðarsálina ef hún til? Ég held að öll reynsla hafi áhrif á einstaklinga og samfélag og þetta náttúrulega gríðarlega stór viðburður í sögunni sem við erum að lifa, þannig já, ég held að það muni hafa áhrif og langvarandi áhrif. En svo tíminn að leiða í ljós hver þau verða. Mér var svo sterkur punkturinn sem bæði Nanna og Margrét Lilja komu inn á áður að það sem COVID hefur gert að afhjúpa ástand sem ekkert endilega nýtt í samfélaginu og þá við bæði langveikt fólk og fólk með undirliggjandi ónæmisgalla og það eftir fram eftir göttunum, þetta bara varpa líka ljósi á jaðarsetningu almennt í samfélaginu og stéttaskiptingu og lagskiptingu samfélagsins. Mér þótti rosalega fallegt að sjá í upphafi þegar að tölurnar voru að rjúka upp á Íslandi og það voru allir óöruggir, eða ég var allavega og allir svona í kringum mig og í mínu nærsamfélagi, í mínu nánustu umhverfi fólk í ofboðslega viðkvæmri stöðu gagnvart þessu. Þannig ég þekki vel þann veruleika þó mér oft hendurnar og spritta þær þegar ég að hitta fólk sem þolir ekki fá kvefið sem ég þolir. En mér fannst svo fallegt að sjá hið víðara samfélag þó sé líka hendurnar og spritta sig í þessum aðstæðum og ég var svona að reyna að grípa það en að fá svona kraft úr þessu sem ég upplýði þessa samstöðu. Ég hef ekkert sérstakar áhyggjur að því að fá COVID sjálf. Það eru svona flesta líkur á að það myndi ekki fara óbúslega illa með mig nema kannski á þann hátt sem Nanna var að segja sem eitthvað sem maður sér ekki alveg fyrir endilega núna. Ég miklar áhyggjur á öðru fólki og mér finnst rosalega flott að sjá það sem maður kannski vonar að sé eitthvað viðvarandi vitundavakning gagnvart því að við erum alls konar og við höfum alls konar í þessu samfélagi. Og óbúslega gaman að sjá líka. Ég er háskólakennari og háskólinn náttúrulega bara skellt í lás fyrir einhverju vikum síðan og við þurfum að endurskoða alla starfsemi þar í einhverja vikur og margir voru svona að grínast með það að nú loksins kom í ljós hvaða fundir hefði getað verið tölvupóstur og háskólakennarar til neittir að læra á fjarfundabúnaði og aðalega námskeiðin sín og fólki sem kemst ekki svo auðveldlega að heiman til dæmis. Mér fannst það rosalega flott og ég vona að þetta bara verði til þess að þetta verði eitthvað svona reynsla sem við gleymum ekki, sem við höldum áfram að þróa. Ásta, má ég varpa því til þín nú það þekkt að þegar fólk lendir í lífsháska þá fer það að endurskoða líf sitt og verður betri manneskjur tíma, svo lærði það sér líkamlega og verður bara flestir bara eins og þau voru áður. Við þekkjum þetta í hruninu að þegar hrunið skall á að þá fóru allir að prjóna lopapeyssur og ætluðu aldeilis að hugsa sína nánustu og svona það sem skiptir máli í samfélaginu en síðan bara nokkrum misserum síðar þá enduristi þjóðin raunverulega sama þjóðfélag og mörguleiti bara verra en það sem hafði áður verið. Hvað heldur það geti haft varanlega áhrif einhvern veginn á umræðuna og eitthvað komið út úr henni, út úr svona þessum lífsháska sem að þjóðin stóð fram fyrir? Ég held að við séum öll að vona það að þetta muni hafa varanlega áhrif. Við erum kannski mjög bjartsýn á hvað muni gerast. Og mér langaði kannski að grípa boltabæði eftir að það sem að Nanna var að tala það svona smá innsýn inn í það hvernig langveikt fólk hefur þurft að vera oft heima eða langveikt og fólk, fatlað fólk sem hefur ekki aðgengi að þessum húsum. Og já, og það þegar þú spurði henni hvort að þetta, þú talaðir helviti að heimsækja það eða vera fastur að kannski svolítið dramatískt orðalag, en aftur á móti
við prófum þetta öll núna þá að vera heima, en við mætum samt ekki sama vísar og þessi hópur mætir og hefur mætt í gegnum tíðina. Það að vera, vilja vinna að heiman eða komast ekki einhver, það hefur ekki, núna sjáum við hvað allir voru til í það. Við sáum að við gátum einmitt þess að Eyrún var að segja, við getum allt í einu bara sett heilu námskeiðin í fjarkennslu og við þurfum ekki að láta alla mæta og það gekk upp, og fullt af fundum sem við erum búin að vera á sem við þurfum ekki að mæta. En hingað til, þá hefur fólk oft ekki fengið vinnu af því að það hefur ekki getað mætt eða húsið hefur ekki verið aðgengilegt. Þannig að við langar svolítið til þess að við tökum það með okkur, sko, hversu mikið þurfum við að vera einmitt að keyra einn bíl fram og tilbaka úr Hafnarfirði Reykjavík, skilur, eða hversu mikið þurfum við að vera fysiskt á staðnum. Og þannig ég held að það sé ekki alveg hægt að líka því saman að við þurfum að vera heima hjá okkur í nokkra vikur við þessa reynslu hvað það svo langstúrsfólk sem er fast heima, sko. Þannig að ég vona við tökum eitthvað gott með okkur út þessu og þetta með að okkur langar það ekki. Það er bara spurning hvað, og ef við förum öll bara strax í að hugsa efnahagskreppu sem ég er ekki að gera lítið úr, alls ekki, en ef við förum bara einhvern veginn í næsta fasa án þess að melta þennan fasa, þá er kannski hægt á að við gerum ekki, að verða ekki þessi breyting. Margrét Lilja, þú ert oft í hjólastól og hefur lent í erfiðu aðgengi. Sér þú von í þessu að Zoom og fjarfundir og muni kannski auðvelda þér og þeim sem eru í sambærilegri stöðu lífið í framtíðinni? Já, algjörlega. Heyrist í mér? Já, mjög vel. Já, ok, flottir, afsakið. En já, algjörlega, þetta er rosalega mikil breyting á stuttum tíma og þetta er breyting sem að fatlað fólk og langveikt fólk hefur verið að berjast fyrir í mörg ár og alltaf fengið sama svarið, meðal annars frá háskólum og Háskóla Íslands þar með talið, ég hef nú staðið í þeirri baráttu sjálf, að það sé nú bara ekki hægt. Það sé nú ekki hægt að taka upp tímana og það sé ekki hægt að gera þetta og það sé ekki hægt að gera hitt. En svo skellur á þetta ástand og á innan við sólarhringa að þá var hægt að breyta öllum verkháttum og tröllríða þessu öllu saman, sem er náttúrulega bara alveg frábært. En það sýnir líka bara að þegar viljinn er fyrir hendi að þá er hægt að breyta þessu. Það er hægt að koma til móts við alla. Það þarf ekki að skilja alltaf einn hóp eftir útundan. Og einmitt eins og hún Ásta var að segja, þegar aðgengi er ekki til staðar heldur og þar leiðandi útilokar fólk, að þá er einmitt þetta rosa góð lausn á meðan það er verið að vinna að því að bæta aðgengið í byggingunni. Þú vilt ekki fá þetta í staðinn, þú vilt ekki fá þetta í staðinn, þú vilt fá aðgengið eftir sem áður? Nei, alls ekki í staðinn. Það þarf ekki að vera eitt eða annað. Það er vel hægt að gera bæði og bara ef að einmitt viljinn er fyrir hendi og fjárveitingarnar verði auknar einmitt í þennan hluta út af því að samfélagið er að missa af svo rosalega mikið af frábæru fólki sem hefur svo mikið til lífsins að leggja og bara samfélagsins sem að er bara skilið eftir útundan, lokað heima hjá sér jafnvel, getur ekki stundað nám, getur ekki fengið vinnu, allt út af því að þau ferðast á hjólum í staðinn fyrir gangandi. Það er náttúrulega bara, ég vona að þetta verði einmitt til þess að við sjáum einhverjar breytingar gerðar þarna út af því að við þurfum á þeim svo sárt að halda. Það er bara meira en komin tími til. Ok, það er ég heyrði hann Berg Ebba segja daginn, gekk fram í útvarpi og heyrði bara þessa eina setningu. Hann sagði fyrir mörgum árum að þá vorum við að flytja úr sveit í borg, en núna erum við að flytja úr borg yfir í skýið og hann var eiginlega orðað þetta sömuliti sem væri núna, þá væri það hægt að hittast bara í
holdinu eitthvað staðar, heldur við getum við hist bara á einhverjum, eins og hér, við erum með sjónvarpsþátta sem allir eru bara heima þessir. Ég veit ekki hvort að langi til þess að grípa þennan bolt eitthvað, þetta náttúrulega tekið ekki bara fötluðum, þetta tekið líka hvar fólk býr á landinu og hvar fólk býr í heiminum og það einhvern veginn félagsrými sem að við vorum kannski takmarkað okkur áður, allt í einu bara leysist það einhvern veginn upp. Er þetta veigamikil breyting sem að geti bara breytt miklu fleiri heldur en bara þessu sem þið eru að tala núna? Nanna, fyrir ekki? ég bara ég held að þetta sé nefnilega, ég höfum tekið svona 3 stökk í 4. umbyltingunni bara einhvern veginn á nokkru vikum, sko. Hvað við viljum svo gera með það, við ráðum hvað við gerum, það er nefnilega málið. En auðvitað snertir þetta fleiri hópa heldur en alla, þetta snýst líka umhverfismál. Við þurfum ekki til dæmis, nú einmitt vinn ég upp í háskóla og það eru ráðstefnur sem eru erlendis og vinnufundir og svo framvegis. Við þurfum ekki alltaf að fljúga til útlanda til að taka fundar, sko. Við getum alveg hugsað fullt af hlutum öðruvísi og við eigum að geta búið á Ísafirði og unnið í Reykjavík. Við getum þetta, við vitum alveg að þetta alveg hægt. En auðvitað, sko, kemur þetta ekki algjörlega í staðinn fyrir að hitta fólk. Og ég held að það sem kannski allir sammála því að við viljum ekki hætta að hitta fólk. En það samt, já, ég held samt að við getum gert helling. En svona með að sé komin nýtt svona félagsrými og það kannski kallar á öðruvísi, kannski ekki allt sem að við lærðum af gamla fundinum og það sem verið fundarhamarinn og eitthvað svona. Það kannski getur að verið að í þessu nýja félagsrými sé kannski tækifæri til þess að breyta ýmsu sem að kannski gerði ekki alla jafn frjálsa fyrir félagsrýminu sem fyrir var. Ég held það. Ef ég má skjóta þess inn, sko, ég held að líka þetta náttúrulega rosalega mikilvægur punktur, sko, en það sem mér finnst að veiran hefur varpað ljósi á er virkilega ójöfnuðurinn í samfélaginu. Mér hefur þótt ótrúlega áhugavert að hugsa til þess, sko, að veiran einhvern veginn, hvernig hún kom til landsins og til flestra Vesturlanda, allavega og hverja hún hafði mest áhrif á í lokin, sko. Og hér á landi þá voru það náttúrulega efri millistétta, sko, skíðrar sem komu með þetta til landsins, sko. En hefur mest áhrif á langveika og aldraða, þó svo þetta hefur náttúrulega áhrif á alla. En á hverja til dæmis kreppan að fara að hafa áhrif á? Ekki það er ekki flestum tilfellum það ábyggilega ekki þessi af efri millistéttinni, sko, heldur það að kreppan að fara að skella á þá sem hafa minna á milli handana eða eru ekki eins vel menntaðir til dæmis. Og það eitthvað sem að mér finnst ofboðslega væri mjög flott einmitt að geta gengið inn í einhverja nýja tíma varðandi samskipti og hvernig við höfum vinnun okkar og varðandi umhverfi og svona. En þetta eitthvað sem ég vil endilega að fólk fari að athuga og fari svona aðeins að velta fyrir sér, sko. Já, mér langar kannski að einmitt koma svolítið inn á þetta, þar sem að ég held að sé að það er algjörlega, þú veist, allar þessar tækniframfarir að hjálpa mjög mikið og fólk að læra að nota þær rosa mikið núna. En mér finnst líka, sko, í fyrsta lagi út af því við erum til dæmis að tala þessa svona viðkvæmu hópa, við erum til dæmis allar í háskóla eða háskólamenntaðar. Það er náttúrulega ákveðin forréttindastaða og þú veist, það er mjög mikið til dæmis að öryrkjum sem vilja vinna en eru kannski ekki menntaðar þann hátt og sveigjanleiki starfa er aðalega fyrir millistéttastörf. Það og náttúrulega, og svo náttúrulega líka eins og þú, Anna Kristín, þú náttúrulega getur ekki verið heima á Zoom í vinnunni þinni. Nei, ég get ekki Zooma við sjúklingana mína.
Nei, akkurat, þú veist, það er svolítið svona, og það er akkurat svolítið svona lágstéttastörfin sem að geta ekki verið heima og það er kannski svolítið langt í að þau séu að fara að verða sjálfvirkni vædd, sko, þannig að það er einn punkturinn sem að ég er búin að vera svolítið að pæla í. Svo er hinn punkturinn sem langveikona, þú veist, ég er rosalega mikið heima og og ég þarf mikið að vera heima, en rýmin sem að eins og þetta með aðgengismálin, háskólinn eða þú veist þessi opinberu rými, þau eru líka á svo margan hátt ekki aðgengileg. Eins og ekki fyrir mig að þú veist, ég get varla, það er allt of mikil birta út um allt, þú veist, ég get hvergi hvílt mig, bara svona hlutir gera það verkum að fólk getur ekki jafn mikið farið út. Og þú veist, þannig að ég er einhvern veginn svona, já, ég held að það sé líka eins og með öryggi, þú veist, þeir eru líka að reyna, auðvitað vill maður fá meira og meira tæknivægt, en það er líka verið að finna eins margar leiðir til þess að fólk geti tekið þátt í samfélaginu og farið sem víðast. Og það er eitthvað sem við megum alls ekki gleyma núna þó að það sé svona gaman að við séum að fara að læra að nota Zoom og allt þetta dæmi, sko. En það er bara ákveðið fólk sem á að fá að taka þátt í samfélaginu samt, sko. Við sjáum það núna er verið að reyna að koma aftur í gegn nýju frumvarpi, til dæmis lögum útlendinga, þar sem það á náttúrulega að gera Útlendingastofnun og dómsmálaráðherra kleift að reka fólk úr landi og fjölskyldur úr landi nánast leið við koma til landsins. Veist, þannig að það er náttúrulega ekki allir sem að mega taka þátt í þessu nýja samfélagi okkar, sko. Og svo það er náttúrulega frábært að fleiri geta gert það. En ég held að það sé svo, sko, mikilvægt að það er ofboðslega mikið að gerast með þessu COVID ástandi í samfélaginu okkar og í löndum í kringum okkur, sko. Það er náttúrulega öfgahægriöfl er að grípa þetta alveg á fljúgandi fæti, sko, og er að nýta sér þetta til að efla sig, eins og við erum að sjá það á Íslandi líka. Ég held að það er margt mjög áhugavert sem er að fara að gerast út af þessu. Þú nefndir innflytjendalög og breytingar á þeim og COVID. Heldur að það hafi verið þannig að þjóðir heims eða ríki heims, okkar heimsluta, hafi verið kannski fljót að loka landamærunum einmitt út af flóttamannsstraumnum, að COVID hafi verið svona tækifæri eiginlega til þess að slökkva á þeim deilumálum sem að slitu svolítið í sundur stjórnmálinn í Evrópu. Að menna við bara lokum landamærunum og þar leiðandi er ekki að hleypa neinum inn, ekki að því að hann er innflytjandi, heldur að því að hann gæti bara verið okkur hættulegur heilsunni eða því að hann gæti verið COVID. Já, það er spurning, sko. Ég held að það er allavega verið að nýta sér lokun landamæra til þess að koma með ný lög og reyna að fara ný lög í gagnið, ekki bara á Íslandi, heldur annars staðar. En ég held að, sko, að mér finnst þetta mjög uggvænlegt, sko, bæði það sem þetta nýja frumvarp sérstaklega er mjög hugleikið í dag, vegna þess að þetta var náttúrulega bara að koma upp í gær eða eitthvað, sko. Og ég vinni mikið með með umsækjendum alþjóðlega vernd og hælisleitendum og við skulum hafa það í huga að það voru ekki þeir sem komu með COVID til landsins, heldur það var annar þjóðfélagshópur sem gerði það, sko. Já, þetta er mér mjög hugleikið og ég á einhvern veginn erfitt með að sjá, sko, mér finnst, sko, sjálfskoðunin í samfélaginu finnst mér vera ofboðslega lítil með að við það sem á undan hefur gengið núna, sko, í öllu þessu sem við höfum verið að tala um. Mér finnst fólk ekki vera að setja í samhengi aðstæður langveikra og fólk með fatlanir og hælisleitendur. Það er einhvern veginn, fólk er kannski að einangra sig til að smita ekki og afa, en það er ekki verið að hugsa mikið lengra út fyrir en það endilega.
Já, gjörðu svo vel. Má ég grípa boltann? Ég ætlaði að fara að spyrja þig, en bara byrja. Já, ok. Aðeins varandi þetta sem þið eru að ræða, sko, þá það sem sko, fyrir mínu part allavega uggvænlegast í þessu öllu sko, hverjar af þeim breytingum sem innleiddar í samfélagi núna sem að teljast drastískar og hefði aldrei fengið sko brautargengi að fara í gegn fyrir einhverjum mánuðum síðan, eins og til dæmis þessar harkalegu tálmanir og ferðafrelsi, hverjar af þeim verða eftir þegar að veiran hægt að vera eins sko augljós ógnvaldur og akkurat núna. Og ég held að sé algjörlega morgunljóst að þessar takmarkanir og ferðafrelsi ákveðins að hluta heimsbyggðarinnar, þær eru nú líklegri til þess að halda áfram sko, þegar við hin erum farin að geta farið á skíði aftur. Það sem að tökja á stunda það. Og því tengt sko að þið voru áðan að tala bara hvernig þessi veira varpa ljósi svona almennt á sko stéttaskiptingu í samfélaginu og hverjir eru sem getur dregið sig í hlé og unnið að heiman, eins og ég til dæmis sjálf hef verið að gera undanfarnar vikur og notið þeirra miklu forréttinda. Sko ég í Bandaríkjunum að tala essential workers og á ensku alltaf verið að tala essential workers, critical workers og svona. Það ekki sko, það ekki ráðherrar sem eru essential workers samkvæmt þessari skilgreiningu og það ekki sko fólk sem stýrir samfélaginu. Það helst ekki essential workers samkvæmt þessari skilgreiningu. Það fólk í heilbrigðisþjónustu, í umönnunarstörfum, fólk sem sko sinnir almenningssamgöngum, matvælaframleiðslu. Þetta eru essential workers. Þetta fólki sem einmitt situr ekki heima hjá sér á Zoom-fundum að sinna vinnunni. Heldur þarf að mæta og afskaplega berskjaldað gagnvart smiti og allir sem að því fylgir. Og náttúrulega, ef það myndi ekki mæta, þá það berskjaldað gagnvart bara fátækt sko, efnaleysi og hefur væntanlega almennt séð sko skertari aðgengi að heilbrigðisþjónustu og við höfum náttúrulega séð í Bandaríkjunum að það bara katastrófískar aðstæður þar. En að einhverju leyti alveg tiltölulega auðvitað að flytja þetta yfir á íslenskar aðstæður og yfirfæra þetta yfir á innflytjendur hér á Íslandi. Hverjir eru það sem að sóttreynstu við háskólann á meðan að ég og kollegar mínir sátu heima og hverjir mæti vinnuna og afgreiða okkur mat og svo framvegis. Það eru bara innflytjendur upp á miklu leyti og þetta láglaunafólk sem núna sko í harkalegri kjarabaráttu líka og stendur svo sem litlu vísbendingur að þeir séu eitthvað að fá réttlæti í þeirri baráttu, frekar heldur en hjúkrunarfræðingar. Þannig að já, ég vil bara kasta því einn takk. Það munur á því að vera sko essential worker og essential person, þú veist. Það ekki sama sem ekki þar á milli, sko. Og sérstaklega þá ég ekki endilega að tala absolutt ekki mig sem hjúkrunarfræðingur, þess að það náttúrulega ekki að sama. Myndi ég segja miklu meira forréttindi hjá mér og kollegum mínum en til dæmis eins og ræstitæknum eða svoleiðis sko. En af hverju mega þau frekar veikjast en háskóla starfsfólkið sem ég líka til dæmis háskólastarfsmaður. Þú veist, það náttúrulega mjög umhugsunarvert, virkilega umhugsunarvert. Já. En ef við erum að tala lærdóm af ástandinu og lærdóm af koronaveirunni, þá þetta einn af lærdómanum að það annað fólk heldur við héldum sem gegnir mikilvægum störfum. En mun nú ekki komin langt í lærdómsferlinu að eins og hefur verið bent á hér að þá þetta þá hópurinn sem í verkfalli í dag. Þetta sé bara einn hópur í verkfalli í dag sem lægstlauna fólkið sem vinnur fyrir sveitarfélögin í kringum Reykjavíkurborg og sem að stórum hluta innflytjendur. Ég held að helmingurinn af félögum í Eflingu eru innflytjendur og hafa nú rætt það í þættinum í gær, ekki með kosningarétt og raunverulega algjörlega jaðarsettur hópur. Ásta, þetta ekki það sem ef við getum lært eitthvað af svona vondu ástandi, þetta ekki svona ábendingum að við erum kannski ekki að læra mikið eða allavega ekki öll okkar í einu og til þess að við drögum einhvern lærdóm að þessu þá þarf eitthvað að koma til svona, til þess að réttur lærdómur læðist fram? Jú, það þarf að koma til. Það ekki nóg, okkur finnst greinilega ekki, það ekki nóg að það sé búin að vera veira í gangi. Við erum samt með hjúkrunarfræðingar gera samfélags eins og við vorum að tala áðan. Fólk í verkfalli, hvað þarf að koma til?
Ég spyr bara á móti, sko. Þá spyr ég bara aftur á móti, hvað þarf að koma til? Nei, ég meina, vill eitthvað svara því, hvað þarf að koma til? Hvað þarf að koma til? Eða þetta bara verður við að vera þolinmóð, að þetta læðist fram, að allt í einu muni bæjarstjórinn í Kópavogi sjá af sér eins og svona í sögu eftir Dickens og sjá drauga eldri hunds koma fram og rista hrekkina og hann allt í einu sjá af sér. Var það ekki bæjarstjóri í Kópavogi sem einn hæst launasti bæjarstjóri í landinu? Jú. Í heiminum, hann með hærri laun í bæjarstjórinn í New York og París. Ef ég má skjóta einu inn, að þá finnst mér samt alveg jákvætt að fólk sé í verkfalli og hjúkrunarfræðingar séu ósáttir. Og ég alveg eins og margir búin að vera að hugsa svolítið þessa kreppu miðað við kreppuna, 2008 kreppuna. Og ég meina, árið 2008 þá bara, fólk fattaði ekki að vera ósátt, skiljið. Eða þú veist, munurinn þarna á, það algjörlega, sko, tölurnar eru hrikalegar eftir 2008, það meiri munur á ríkum og fátækum, en það allavega búin að vera mjög mikið andrúmsloft, eða þú veist, bara mikið af mótmælum og fólk orðið miklu meðvitaðra, þannig að það eru verkföll í gangi og fólk ósátt við það að svona ótrúlega mikilvægir starfshópar séu svona illa launaðir. Og það, þú veist, mér finnst það að vera, þetta svo fáránlegt, það einhvern veginn jákvætt, þó að maður sé ótrúlega einhvern veginn alltaf gapandi yfir þessum launum hjá bæjarstjóra Kópavogs og gapandi að það skuli vera að gera núna 10 árum eftir hrunið. Það gapandi yfir því, en maður líka einhvern veginn svona, en ég meina ég bara persónulega miklu meðvitaðri heldur en ég var fyrir 10 árum síðan. Og ég sé líka að krakkar, þú veist, ég var 24 ára þarna í hruninu og 24 ára fólk líka meðvitaðra heldur en ég var þá. Eða skil ég hvað ég meina? Þannig að ég finnst það... Það snúsið við. Og það eru fleiri óánægðir núna. Það eru fleiri óánægðir núna. Það er komið meiri hefð fyrir því að vera óánægður og fólk lýsir yfir óánægju sinni með alls konar hætti heldur en var strax eftir hrunið. En geta stjórnvalda til þess að mæta þessari óánægju hefur líka styrkst. Já, það hefur ekki breyst. Já, sko, þetta í raun og veru það sem að þú veist, ég held alveg að við séum á öðrum stað vegna þess að það búið að breyta þessu svona hugmyndafræðilegu forræði. Ég svolítið að passa mig, nú finn ég alveg að fara út í fræðimanninn og fara að nota alls konar hugtök sem að ég veit ekki hvort fólk nenni að hlusta á mig tala En ég meina, ég held alveg, ég bjartsýn að því leyti að svona kreppa getur algjörlega breytt stjórnmálunum. Og þú veist, það getur algjörlega verið, þetta gæti alveg verið einmitt það sem að þarf til þess að fólk fylkist saman og berjist fyrir jafnari samfélagi. En þú veist, sagan ekkert eitthvað endalaust að gefa okkur skemmtileg fordæmi fyrir því, en þú veist, þetta allavega út af því að Gunnar Smári, þú varst að tala okkur börn nýfrjálshyggjunnar sem hefði verið umræða fyrir 2 dögum, að þú veist, eins og þetta algjörlega, það búin að vera pólitísering á unga fólkinu allavega og að þessi kynslóð okkar sem að sem sagt ólum svolítið upp við að vera ópólitísk, að við erum orðin pólitísk og það rosalega mikill munur sko. En svo náttúrulega bara spurning hvernig við náum að skipuleggja það þannig að valda hlutföllin breytast í samfélaginu. Ok, eru þið þá kannski, þið eru 4 sem eru svona búin að fá 2 kreppur í hausinn á ungum aldri. Margrét Lilja eiginlega ung, hún var barn í 2008. Mikið rétt. Það eiginlega engin kynslóð fengið annað eins svona wake-up call eins og þið. Haldið að þið munið rísa upp og breyta samfélaginu, Ásta?
Já, taka hljóðar. Já, ég veit það ekki hvort að við, mín kynslóð muni gera það. Ég held að ég sé aðeins eldri kannski eftir ykkur af þessum konum hérna. Ég á strák sem að vera 19 ára og mér finnst hann og hans jafnaldrar og hans vinir allavega, það svona, það fólk gerir mig frekar bjartsýna. Það er fólk sem að mér finnst svona svolítið hugsa með hjartanu, og einhvern veginn hafa þessa samkennd sem að mér hefur svona svolítið, sem hefur ekki þó töff að hafa, hingað til. Þannig að mér finnst, það er kannski fólki sem að ég hef meiri trú á minni kynslóð ef ég á að segja þessu. Þannig að við þurfum kannski að bíða í 30 ár, þannig að þessi 19 ára verður. Nei, en við getum hjálpað þeim, sko. Og erum að gera það, fullt af okkur að gera það og ég meina við erum hérna nokkra sem erum að kenna í háskóla og það nú aldeilis verið að hafa áhrif á það hvernig fólk hugsar með því að kenna gagnrýnisfræði, sko. Þannig að ég veit ekki, ég er ekki að firra mig ábyrgð með því að segja að unga fólki sé bara að fara að græja þetta, alls ekki, við þurfum að hjálpa þeim, sko. En mér finnst bara, það er kannski bara það hvernig tilfinningar og samkennd og það að vera svolítið svona staddur í hjartanu sínu. Mér finnst það að vera meira svona það sem að ungt fólk margir. Og það má meira. Það má meira vera bara með sínu tilfinningar og vera svolítið í hjartanu og heldur en mátti þegar ég var unglingur, sko. Já, ég tilheyri nú þessari kynslóð verandi 24 ára og maður sér alveg rosalega mikinn mun bara á ungu fólki hér og til dæmis ungu fólki í Noregi þar sem ég bjó áður. Og það var þetta nákvæmlega sami aldurshópurinn en út af því að kreppan skall svona rosalega á hérna þegar við vorum börn að þá er þessi einmitt hópur miklu veit miklu meira einmitt bara réttindi og miklu meira inn í pólitíkin í rauninni. Maður var þarna 12 ára og lærði allt kreppur og gjaldeyri og ég veit ekki hvað og hvað. Og maður alveg að sjá þetta einmitt bara í fólkinu kringum sig. Ég nú mikið í stúdentapólitíkinni og núna í nýkjörnu stúdentaráði Háskóla Íslands. Og þetta náttúrulega bara, ég held að framtíðin vonandi sé bara rosalega björt út af því að það einhver svona hugarfarsbreyting sem hefur átt sér stað á milli kynslóða sem ég vona að haldi sér. Ég vona einmitt að þessi opni hugur og þessi samkennd sem hún Ásta talaði haldi sér áfram þangað til við erum orðin fullorðin. Þannig að, já. Má ég setja þetta yfir til þín svona að þá, þetta raunverulega sögulegt að svona ein kynslóð fái svona stóra viðburði með svona skömmum millibili. Það raunverulega lengra á milli, til dæmis, þetta eiginlega svipað og á milli kreppuna sem var á eftir fyrra stríði og síðan kreppunar stóru, þetta svona álíka tímaspann. Á því tímabili þá til dæmis gerbreyttist Ísland, það var tímabila sem að svona borgarastéttin að mörgu leyti misti völdin yfir til skipulagðra samtaka verkalýðshreyfingarnar sem var Alþýðusambandið, Alþýðuflokkurinn og Framsóknarflokkurinn sem var pólitískur armur samvinnuhreyfingarnar. Konur hafði fengið kosningarétt 1916 og stjórnmálin urðu að snúa sér að almenningi, báðum kynjum og líka fátækari fólki og öðru slíku, þannig að þarna varð alveg gríðarleg breyting og kannski það vegna þess að fólki sem að gekk í gegnum þennan tíma fékk svona álíka mikið svona bank í hausinn frá sögunni eins og þið eru að fá. Spurningin var til mín, eða ekki? Já. Jú, en þú veist, það má vel vera, en ég held að þessi ómögulegt að spá fyrir það, eða segja til það núna. Tíminn má bara eftir að leiða í ljós, hverjir verða einmitt þessar svona langvarandi afleiðingar þessa
þessa ástand sem þetta alveg rétt. Þetta sérstakt að hafa verið, sko ég á 30 2008 kreppan ríður yfir og svo rúmum 10 ára síðar að það kemur eitthvað sem lítur út fyrir að geta orðið sambarilegt, sko. Þetta náttúrulega svolítið merkilegt. En mér langar bara kannski að undirstrika það sem Margrét Lilja var að segja, sem að ef þetta á að kenna okkur eitthvað, þá ætti þetta að kenna okkur, sko, einhverja lexíu gildi samstöðu, sem við höfum svona séð kannski eitthvað meira marki heldur við erum vön núna upp á síðkastið og höfum alveg færi á að þróa á að taka alltaf þessa þekkingu og gera eitthvað við hana. Að sjá það hvernig það er búið svona fletta hulunni á því að bara hér heima á litla Íslandi sem að hefur þá hugmyndu sjálfs að vera frábær staður þar sem allir hafa það gott. Að þar eru hlutirnir kannski aðeins flóknari heldur en svo að það eru bara hópar í þessu samfélagi sem að hafa takmarkaðra aðgengi að sko allsnægtunum heldur en aðrir. Ef við getum einhvern veginn tekið þetta áfram með okkur sko út í lífið og þá held ég að það sé margt lært af því. En ég treysti mér nú til að svara því sko hvort að við séum að fara að bylta eða ekki. Ég ekki viss að það verði mín kynslóð sem gerir það. Ég varst í miðaldra. Það verður örugglega sonurinn Ástu og hans jafnaldrar. Við erum búin að reyna einu sinni og okkur mistókst sko. Ég held að það sé komið öðrum. Hvenær mistókst ykkur? Nei, það var bara tjók. Ég myndi segja sko að burnoutið eftir 2008 og hafa radikaliserast einhvern veginn í 2008 kreppunni. Að burnout eftir það er rétt svo, við erum rétt svo búin að jafna sig og þá kemur COVID. Og ég held að það sé en eitt sem að ég held að sé mikilvægt og við höfum nú oft rætt í gegnum okkar starf og vinskap saman er að við gleymum oft sko að einmitt, og þetta kemur inn á það sem Ásta var að segja að kenna þessum yngri eru sem kannski voru ekki á staðnum kenna þeim kannski aðeins handtökin sko, en það þurfi ekki alltaf að vera að finna upp hjólið aftur í allri baráttu, sama hvaða barátta það er sko. Og ég held að það gæti nú verið eitthvað sem að við megum taka til okkar sko. Já, og ef ég má kannski aðeins skjóta inn í, af því mér finnst, nú hefur oft verið talað að svona kynslóðabil og svona kynslóð tæki saman og hefur talað kynslóðabil í feminisma til dæmis. Ég held nefnilega að feminista til dæmis hér á Íslandi, eldri kynslóð feminista hefur svolítið sko staðið við bakið á yngri kynslóðinni. Þannig að það þurfti ekki að finna hjólið, við þekkjum söguna. Það er ekki fordæmt, femínískar aðgerðir ungra kvenna er ekki fordæmdar af eldri femínistum, það er styðja þær. En ég held að þetta sé kannski pínu sem við þurfum að gera. Eins og þú ert að segja, Anna Kristína, við þurfum ekki að finna hjólið. Það er fullt sem að við sem erum eldri vitum og vitum hvað virkar og vitum hvað virkar ekki. Þannig að við þurfum að, eins og ég segi áðan, við þurfum að hjálpa þeim. Við getum ekki bara sagt að þið gerir þetta, við þurfum að hjálpa þeim. En þurfum við ekki líka að byggja, ég taka þér orðið, Nanna? Þurfum við ekki að byggja þessa samstöðu sko ekki bara á samtali kynslóðanna, heldur líka á sko samtali ólíkra hópa í samfélaginu sem að búa við ólíkar aðstæður. Þú kemur inn á kvennabarátuna á Íslandi sem er frábært dæmi. Það sem að einmitt einhvern veginn svona þekking og hæfileikar og baráttu krafturinn hefur sko skilað sér frá kynslóð til kynslóðar en ef við getum einhvern veginn svona tengt það við að berjast hlið við hlið sko fyrir réttindum og hagsmunum hvert annars, jafnvel þó að það sé ekki að halla ekki beinlínis á okkur sjálf. Í því tilliti þá dettur mér í huga að nú hefur náttúrulega verið bylgja af heimilisofbeldi í þessu núna þegar COVID hefur riðið yfir allt eins og var náttúrulega bara fullkomlega fyrirsjáanlegt að myndi verða sem að og full ástæða til að ræða það í samfélaginu þá kemur í ljós að kvennaathvarf er ekki aðgengilegt fyrir fólki sem notar hjólastóla til dæmis. Og mér skilst að það sé ekki einu sinni á dagskránni að breyta því. Það stendur til að byggja íbúðir þar sem ein á mörgum íbúðum á að vera aðgengileg fólki með hreyfihömlun. Þetta er svona
frábært að grípa til aðgerða, það þetta sem aftur er rótfyrir og ég held að það sé að yfirfæra þetta á aðra baráttu í samfélaginu og þegar Kristján og tala flóttafólk og hælisleitendur áðan sko. Hvernig væri að við myndum kannski aðeins kíkja á aðstæður þar, jafnvel þó við sem hér í þessu samtali sem íslenskt vegabréf og njótum einhvers mesta ferðafrelsis sem hægt að hafa sko, í heiminum í dag að skoða svona hvort við getum ekki svona búið til eitthvað svona sameiginlegan baráttu. Ég held að ég hafi einmitt, það er þetta sem ég ætlaði svolítið að koma inn á líka vegna þess að sko núna þegar við erum farin að hugsa kreppuna, ég menna þetta hefur maður áhyggjur af ýmsum hópum á Íslandi, ég hef aðalega áhyggjur af heiminum eða öðrum löndum út í heimi og eins og Navid maðurinn minn sem er Afgani sem fæddist og ólst upp í Íran, þannig ég heyri eiginlega flest dæmin þaðan og það er alveg bara hrikalegt að fylgjast með því. Eins og í Íran og í Afganistan núna, þú veist, þau eru að lenda í því að bara kaupa egg út í búð, þau eru bara 5-föld í verði eða 10-föld í verði og þú veist, Navid var að segja mér núna bara að fólk er að selja börnin sín í Afganistan og það er svo hrikalega sögur sem koma og þú veist, Afganir eru að reyna að koma til Íran þar sem að, þú veist, er ekki góð aðstaða þess að þau hafa ekkert annað og það er verið að drepa þau á landamærunum. Þú veist, ég hef mestar áhyggjur af þessu og það er náttúrulega þetta sem maður heyri líka náttúrulega þegar maður er í kringum allar þessar díasporur í Íslandi. Þú veist að innflytjendurnir eru náttúrulega ekki bara staðsettur í Íslandi, þeir eru að hugsa sín lönd og það er náttúrulega bara svo ótrúlega margt að gerast í heiminum og það er einhvern veginn svo, þú veist, náttúrulega við höfum, þú veist, ég er alltaf einhvern veginn að velta þessari spurningu fyrir mér vegna þess að ég finn alveg á Íslandi hefur maður eitthvað vald, skiljiði. Ég get ekki gert neitt fyrir Afganistan, eða þú veist. Og þú veist, það er þetta sem ég bara einhvern veginn shit. Þú veist. Og ef við má aðeins halda áfram á þessu nótum, þetta er svo mikilvæg punktur að koma inn á þetta og bara hræðilegt. Maður einhvern veginn, mann fallast þetta algjörlega hendur gagnvart þessu. Að þegar núna fyrir nokkrum vikum, þegar korona fór virkilega svona að láta sig kveða, þá fór ég svona smá hring í mínum vinahóp og hafði sambandi fólk út í heim, svona tjekka hvernig fólk hefði það. Og þar á meðal er vinkona mín sem er palestínsk og býr í flóttamann og búin í Palestínu. Hún sagðist alveg hafa það ágætt, en hún sagði að það væri engin sérstakur munur á því að búa við heimsfaraldur eða búa undir hernámi. Og ég veit ekki hvort maður á að hlæja að gráta yfir svona ummælum. En þetta segja þessi kona alltaf. Og einmitt í aðstæðan þar sem er búið ofboðslega þröngt og takmarkaðar afgangur til dæmis hreinu vatni og hvað þá bara mat og svo framvegis. En svo þurfum við ekkert að fara mikið lengra heldur bara, við getum bara að tala aðstæður hælisleitenda á Íslandi að nú náttúrulega heimsóknarbænin á öll búsetuúrræði útlendingastofnunar en þeir sem búa þar, þeir lýsa frekar svona óvistlegum kosti og meðal annars takmarkaða aðgengi að bara eitt klósett fyrir 20-30 manns og ein sturta fyrir sama fjölda og svo framvegis og jafnvel svona lásana hurðin er búin að vera ónýttur í svolítinn tíma og maður getur ekki læst að sig þegar maður fyrir sturtu og svona. Ég talaði af ágætan vin minn sem var sótt pólitískt hæli hér á Íslandi og var brottvísað og er í Evrópu núna þar sem að þau fá fyrirmæli að það bara komið lockdown og það er allir að loka sig að vinni og fyrirmælin almennt er að fólk er að kaupa nægar matarbirgðir fyrir 2 vikur og það er engin leið fyrir mann í þessari stöðu að gera það. Við erum að tala um þetta bara í okkar nágranna löndum mjög grófar aðstæður. Anna Kristín, þú sagðir áðan að ykkur hefði mistekist eftir hrun, breyta ykkur. Heldur að það sé almenn tilfinning þeirra sem að tóku þátt í svona pólitískri baráttu fyrir betra Íslandi eftir árin eftir hrun, að þeim hafi mistekist? Ég skil ekki hvernig maður á að halda neina öðru fram, En Nanna talaði að væri miklu fleira fólk núna sem að væri að átta sig á stöðunni, væri að tjá sig það, þannig að kannski getur þið eignað ykkur vakningu 30% af þjóðarinnar eða eitthvað svona. Það er algjörlega, það er bara absolutt rétt og ég
tek það alveg á mig að ég alveg fram úr hófi, sko, bölsýn kona, yfirleitt. En svo má maður heldur ekki gleyma því, sko, annar hlæra því, en sko, það má ekki gleyma því til dæmis að það sko ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttir sem að keyra þetta útlendingafrumvarp núna í gegn. Og í dag til dæmis voru þau að kjósa gegn því að stúdentar geta sótt atvinnuleysisbætur í sumar, þú veist. Sko á meðan það einhvers konar vinstri stjórn sem að standa fyrir þessu, þá sé ég ekki, sko, sumardaga. Þetta er ekki vinstri stjórn. Ég meina, ok, Katrín Jakobsdóttir er kannski vinstri sinni lengur, sko, ég veit það. Nei, ég sé sjálfstæðisflokkurinn með fjármálaráðuneytið, utanríkisráðuneytið, dómsmálaráðuneytið og öll atvinnuvegaráðuneytin, eiginlega 80% af valdinu í ríkisstjórninni. Ég vil ekkert afsaka Vinstri græna með því, sko, en jú, það er alveg rétt. En ég á slæmum dögum þá eins og í dag, til dæmis, vegna þess að ég var í vinnu í dag og svona, þá einhvern veginn kemur maður heim og maður og svona lít ég á þetta allavega núna, sko. En svo náttúrulega það þannig að það ný kynslóð að koma sem að ég er svo heppin að þekkja fólk einmitt þarna tvítugsaldurinn sem eru gjörsamlega stórkostlegt fólk og ég trúi því algjörlega að þau munu breyta einhverju og hrinda einhverju í gang, sko. Nú eru þið eru róttækar og þau eru konur. Er þetta erfitt með Katrínu Jakobsdóttur og sem oddvita í þessari ríkisstjórn sem er raunverulega, þú veist maður þarf ekki að vera eitt rosalega róttækur til þess að verða fyrir vonbrigðum svona 2 á dag? Allavega 2 á dag. Ég veit ekki hvað segir þið, Stefán. Ef ég hefði ekki verið orðin anarkisti þegar fyrir mörgum árum síðan, þá hefði þetta fengið mig yfir á þann væng. Svo sem ýmsir sem að segja svipað. Er betra ef að Sigmundur Davíð var að gera þetta sem bara kall, það verra þessu kona sem í forsvari fyrir svona vonda ríkisstjórn? Ég sé ekki hvað þetta kemur kyni við á þessu þarna, sko. Ég held að það hefði verið auðveldara fyrir alla ef að það hefði verið Sigmundur Davíð sem hefði staðið fyrir þessu öllu saman, einfaldlega vegna þess að það auðveldara að gera vondan kall úr honum, sko. Það erfiðara að gera vondan kall úr Katrínu, sko. En þegar fólki komið svona hátt upp í valdastiga samfélagsins þá skiptir kyn litlu máli. Er þetta ekki svolítið fordóma gagnvart konu að hún megi ekki vera vond eins og kallinn? Kallarnir megi vera vondir. Já, einmitt, sko. En ég þykir kannski líka, þú veist, að við séum búin að setja Katrínu á einhvern annan stall heldur en einhvern annan, heldur en Sigmundur Davíð. Við gerum meiri kröfur, við vitum að það eru gerðar meiri svona siðferðislega kröfur til kvenna. Það séu einhvern veginn betri og blíðari og umhyggjusamari og allt þetta. Þannig að bæði það að hún er kona sem við gerum meiri kröfur til og hún er vinstrisinnuð. Þannig að það eru kannski vonbrigðin sem þú getur mögulega verið að vísa til. En þetta er mjög góð punktur hér. Ástæðu þetta er konum haldið uppi tvöfaldan standard að lágmarki, ef ekki fimmfaldan. Og vinstrafólki líka, það dugar eiginlega ekki að vera heilagt vinstrafólki, það þarf að vera heilagt líka, það er þekkt í sögunni. Það er ekki nógu góður til þess að halda fram góðum sósíalisma. En gæti þetta haft áhrif á svona, mér er alltaf verið meira bara svona þess að trú á því að það kom einhver og bjargi okkur, gæti þetta verið svona pínlítið wake-up call að svona leiðtoga stjórnmál sé nú kannski ekki það sem það hlýst kannski ekki að velja besta kallinn til að stýra okkur. Svo þá er ég að meina svona kallinn svo tölvuleika sem fyrirbrigði ekki sem kall eða kona. Það væri vonandi. Það myndi breyta því, sko, en ég á samt, mér finnst það einhvern veginn ekki kannski alveg eins og sá tíðarandi sé að fara að koma. Það er bara svo ótrúlega sterkt virðist vera í fólki og það er kannski það sem að sýnir svolítið með Katrínu. Það var svo mikið, það var kannski aðeins mikið, það var verið að kjósa Katrínu og ekki Vinstri græna.
Þú veist, þetta hefur einhvern veginn verið svo mikið hún og þú veist, það er hluti af vandanum, en þú veist, mér er samt alveg ótrúlegt hvað þessi svona í stjórnmálum, hvað það er mikilvægt einhvern veginn að fylgja einhverju persónu og þú veist, það er bara einhvern veginn, það er bara eins og stjórnmál þurfa að vera aðeins svo mikið eins og Hollywood, sko. Og ég veit ekki, þú veist, hvernig, þú veist, þetta er náttúrulega debatt sem er innan vinstri hreyfinga. Þetta er stórt debatt. Þú veist, til dæmis með þetta að stjórnmálaflokkar þurfa alltaf að hafa tengsl við grasrótina og að passa sig á að fara ekki inn í markaðsvæðinguna. Þú veist, þetta er stærsta debatti vegna þess að, þú veist, ef maður ætlar að fara þá pólitísku leið, þá kannski er maður samt heldur ekkert að fara að fá völd innan þessa tíðaranda. Ég veit ekki, ég er alltaf að hugsa þetta, ég hef engin svör. Margrét Lilja, ég ætla að fá að enda hjá þér sem fulltrúa vonarinnar og ungu kynslóðinnar í þessu þætti. Þú varst að byrja í pólitík, þú fórst í stúdentapólitík og hvað finnst þér pólitíkin vera svona árennileg? Heldur að pólitíkin sé tækið sem hægt að nota til þess að breyta samfélaginu? Hvernig? Já, sko, það er náttúrulega, pólitík er góð og vond, það náttúrulega fer algjörlega eftir hvernig litið er á það að allavega frá mínum augum og eins og við vorum að tala áðan Katrínu Jakobs að mikið af mínum jafnöldrum sem ég þekki sem að kusu Vinstri græna og treystu með mitt Katrínu Jakobs við upplifum svolítið eins og við hefum verið svikin. Út af því að þarna einmitt er ekki loforð sem hafa verið uppfyllt og ég held að það hafi einmitt verið bara út af þeim flokkum sem hún hefur verið í samstarfi við. En þetta er náttúrulega, sko, maður kemst náttúrulega ekki án pólitíkarinnar. Það er ekkert samfélag sem að gengur upp án þess að hafa pólitíkina og þetta demokrati. En ég held allavega að þetta sé, þetta getur ekki, ég held að þetta geti ekki orðið mikið verra. Ég ætla að leyfa mér að segja það og vona það bara að það standist. En ég hef allavega mikla trú á þeim sem ég þekki núna í stúdentapólitíkinni sem að vonandi fara áfram á þingi daginn, sem er allt bara algjörlega frábært fólk sem að ég vona einmitt að haldi í þessi sömu svona, hvað maður að segja, svona bara, já, þessar sömu skoðanir og þeir hafa í dag. Þannig að, já. Stundum fjallað stjórnmál sem svona illa maskínu. Þú getur sett gott fólk þar inn og endanum þá einhvern veginn lærir fólk það að svíkja félaga sína, svíkja hugsjónir, svíkja kjósendur og endanum að þá verður fólk bara að læra að lifa við að skilja eiginlega allt gott eftir og eftir stendur bara einhver grimm valdabarátta. Þú oftast ekki að sjá eftir vinuðinum inn í bara svona myrku maskínu. Nei, í rauninni ekki, út af því ég held að þetta fari líka svo rosalega mikið eftir einmitt þessum samstörfum sem að þurfa að eiga sér stað. Það er engin einn sem að er að taka einhver ákvarðanir og ég held að Katrín Jakobs er ekkert vond manneskja, þú veist, það er ekkert svona persónulega vont við hana, mér finnst hún rosa sterk og flott kona, en það er náttúrulega bara að maður verður fyrir vonbrigðum einmitt þegar, út af því að það þurfa margir mismunandi einstaklingar að koma saman og taka ákvarðanir og það náttúrulega fer bara eftir hvaða gildi hver og einn hefur og hver meiri hlutin er og allt þetta. Þetta er náttúrulega rosalega flókið batteri, en ég myndi ekki, já, ég vil ekki segja að ég sé það neikvæð að segja að pólitíkin einmitt breyti manneskjunni þannig, sko. Ég held að það sé einmitt meira bara í samstarfinu. Gangi þér vel í þinni pólitík og þið allar í ykkar störfum. Ég þakka ykkur fyrir að koma hingað og eyða smá tíma við að spjalla við mig við þetta rauða borð. Nanna Hlín Halldórsdóttir, Anna Kristín Blöndal Jóhannsdóttir, Margrét Lilja Arnheiðardóttir, Eyrún Ólöf Sigurðardóttir, Ásta Jóhannsdóttir, kærar þakkir.
hlustendur þakka ég kærlega fyrir að eyða tíma í að hlusta. Á morgun verð ég hérna aftur við rauðaborðið og þá mun ég tala við hagfræðinga kreppuna sem framundan og það miklu breytingar sem hún að valda og hugmyndum manna efnahagskerfið og hvernig hægt að mæta henni. Það aðrir þættir hérna á samstöðinni. Öryrkjaráðið með þátt og ræðir málefni öryrkja og þeirra stöðu í samfélaginu. Hinn Reykjavík ræðir þann hluta Reykjavíkur sem að býr kannski ekki við bestu kjörin, þar sem að hefur veikustu raddirnar og stjórnmálin kannski ávarpa síst og á sjaldnast að koma á borðinu eða aldrei að koma á borðinu til að taka ákvörðun eigið líf. Á sunnudaginn verður Ögmundur Jónasson hér með þáttinn Kvótinn heim, þar sem hann að byggja hægt og bítandi upp gríðarlega öfluga orðræðu gegn kvótakerfinu og benda á hvernig það hefur raunverulega brotið niður byggðir og brotið niður samfélag hringinn í kringum landið. En ég þakka ykkur aftur kærlega fyrir að koma hingað og ykkur sem hlustuðu og eigið góða stundir. Takk.